Hingað kominn Ragnar Þór Ingólfsson, verslunarmaður. Þú hefur verið að skoða lífeyrissjóðina mjög mikið upp á síðkastið og svona frá tíma hrunsins og verið að komast að ýmsum niðurstöðum. Og mér langar eiginlega bara að byrja á því að spyrja þig, Ragnar, hvers vegna fórstu að skoða þetta kerfi? Sko, þetta byrjaði nú fyrir hér 1,5 ári síðan þegar ég lenti því að missa vinn minn sem að vorum saman að bara í veiðiferð og hann verður brákvættur og rauninni deyr í höndunum á okkur félagunum og við lendum í þessari ömurlegu lífsreynslu að þurfa að fara í endurlífgun og svo framvegis og hann var náttúrulega mjög tengdur fjölskyldunni þannig að maður svona einhvern veginn í svona framhaldi af þessu öllu saman, þessu sjokki og sem að þessu fylgir þá einhvern veginn upplifa maður það hvernig heil fjölskylda missir bæði fyrirvinn og ástvinn og síðan framhaldið sem svona eiginlega mesta sjokki, það rauninni fjárhagslegt hrun fjölskyldu og það breytingar og út frá því í rauninni að því að það sem að hægir okkar voru nánast til sömu, ég 2 barna faðir og vorum það báðir og jafn gamlir og svo framvegis byrja ég að kanna svona rauninni þetta bakland sem að ég hélt að lífeyrissjóðirnir væru fyrir fjölskyldur. Manni var sagt að makalífeyrir væri veglegur og það sem að ég byrja svona að sjá fyrst í þessu kerfi það rauninni að sem fjölskylda voru þau samsköttuð og eitt fyrir Guði og mönnum og skattinum og svo framvegis og eitt fyrir lánastofnunum sem skuldarar. En þau virðast ekki vera alveg eitt fyrir lífeyrissjóðunum. Það sem að bæturna sem að hún fékk voru hans áunnu bætur skertar til helminga og í einhvern mjög stuttan tíma. Og þetta rauninni stakk mig svolítið vegna þess að ég vissi að hann var búinn að vera með ágætis tekjur og ég fór og tók það saman þegar ég kom til því síðast í þáttinn að þá hafði ég tekið það saman að það sem hann hafði greitt í lífeyrissjóð alla sína tíð að ef hann hefði bara átt hann pening sjálfur og lagt hann til hliðar þá hefði hún komist betur af á vaxtatekjunum einu saman heldur en því sem hún fær í þennan stutta tíma. Út frá því byrja ég svona aðeins að lesa mig betur kerfið sem slíkt og svona kanna í raun bara, þú veist, þetta svo miklu peningar sem fara þarna inn. Við erum að borga 12% af öllum okkar launum alla okkar ævi. Og eftir sem ég hef verið að kafa dýpra í þessi mál þá eiginlega meiri svona, hvað maður að segja, sori heldur en hitt. Miður. Þér finnst að kerfið sé spillt? Kerfið náttúrulega gjörspillt og það vita það flestir þó að tala enginn um það. Já, segðu frá, hvað í hverju þessi spilling? Já, sko, kerfið í rauninni ekki rekið fyrir okkur sjóðsfélaga. Það bara alveg á hreinu vegna þess að lögin eru svo sem ágætt. Þau bjóða upp á mörg úrræði eins og lífeyrissjóðir mega líftryggja okkur, þeir mega byggja íbúðir fyrir aldraða sjóðsfélaga. Það heimild fyrir lögum að þeir eigi nær ótakmarkaði félögum sem eingöngu sinna þjónustu við sjóðsfélaga. Og það þetta sem Helgi Gó hefur verið að leggja til í blaðaauglýsingum. Ég spjallaði við hann og það peningarnir verið notaði meðal hans í þetta. Ég meina þessi gífurlegi rekstrakostnaður á lífeyrissjóðunum. Ég tók það nú saman og skrifaði greinu það. Ég tók 6 lífeyrissjóði af 37 sem taka við iðgjaldi og bara þessi 6 sjóðir eru með rekstrakostnaður upp á 2200 milljónir. 2200 milljónir. Og þeir eru allir að gera nánast það sama. Þeir eru að fjárfesta í sömu félögunum, fjárfesta í sömu erlendu félögunum og þetta eru 6 forstjórar og svo framvegis og 6 forstjórabílum og guðmund og hvað. Þannig að sko, bara með því að hagræða í kerfinu þá hægt að gera svo mikið fyrir okkur sem eigum þessa pening og eigum að lifa á þeim. En þú ert að segja að fólk sé að borga þarna og njóti ekki endilega fjármuna sína? Það bara svoleiðis. Það eru úrræði til staðar sem að forstjórar og stjórnendur sjóðana hafa engan áhuga á að nýta. Ég hugsaði bara það eina eins og Helgi Gói barðist nú fyrir. Þeir hefðu nú verið búnir að fjárfesta þessi í þjónustýbúðum fyrir aldraða. Bara nota smá hluta af þessum gríðarlegu peningum sem eru fyrir í staði fyrir að gamalt fólk í dag að selja undan sér fasteignir á misgóðum markaði, jafnvel undirverði og til þess að komast framar á biðlistum eftir kústaskapum.
Á Elliheimilinu? Á yfirfullum Elliheimilinu. Með fullri virðingu fyrir þeim. En svo náttúrulega spurningin með þeir hafa verið að fjárfesta mjög í þessum fyrirtækjum og í þessum bönkum íslensku og svona. En samt einhvern veginn, ef maður skoðar það sem kemur frá lífeyrissjóðunum, þá segja þeir að þeir hafi ekkert tapað miklu. Nei, þetta eru einu aðrættar sem kom ekki sólbrenndur úr sólinni, sko. En þeir voru ekki með neina sólavörn, það alveg á hreinu. Til dæmis, ef við tökum lífeyrissjóð Vesturnorrmanna, það sjóður sem mér finnst rekinn meira sem fjölskyldufyrirtæki heldur en lífeyrissjóður. Þar eru með forstjóra, Þorgeir Eyjólfsson, sem stýrir þar hlutum og konan hans, hún vinnur í Kaupþingi. Dóttur hans er framkvæmdastjóri áhættustýringar hjá Exista og sonur hans er sérfræðingur á fyrirtækjaþjónustu Kaupþings. Gunnar Páll, konan hans, Ásta Pálsdóttir, hún er búin að vera lykilstarfsmaður hjá Kaupþingi síðan í júlí 2003. Guðmundur B. lögfræðingur, Nanna konan hans, hún er þar í áhættustýringu hjá Kaupþingi, forstöðumaður, eða var það allavega. Gunnar sjálfur náttúrulega í stjórn Kaupþings. Gunnar Páll náttúrulega, formaður verkalýðsfélags í stjórn Kaupþings, hann er stjórnarformaður lífeyrissjóðs Vestlunarmanna. Þarna virðist þessi svona hópur sem ræður og stjórnar þessi félag og lífeyrissjóðnum vera með óbúslega sterka tengingu í stærstu fjárfestingar sjóðsins. Vegna þess að lífeyrissjóð Vestlunarmanna, tökum bara innlend hlutabréf, að það voru, lífeyrissjóðurinn var með yfir 60% af öllu innlendum fjárfestingum í innlendum hlutabréfum í Kaupþingi, Exista og Bakkavör. Þetta svona ákveðin grúppa sem kannski flesti þekkja. Miðað við þessa tengingu, þessara stjórnenda inn í þessa stærstu fjárfestingu sjóðsins, þá hlýtur maður að spyrja, og ég hef spurt að þessu áður, að nutu þessir einstaklingar, einhverjir af þeim, einhverja vildar kjara og fyrirgreiðslna umfram það sem að við félagsmenn í VR höfum aðgangað á þessu tímabili, hvað við segja, 10 ára tímabili, frá 2000 og til dagsins í dag. Ég hef spurt að þessu áður, en ég fæ aldrei svör. En tengslin eru náttúrulega mjög merkileg þarna, en það náttúrulega búið að vera dálítið þannig í kringum þessa lífeyrissjóði að þeir hafa aldrei þurft að, þeir eru ríki í ríkinu og hafa aldrei þurft að svara neinum í raun og veru. Og eru þarna einhvern veginn, og það er alltaf verið að tala um þetta kerfi er svo frábært, þetta er rauninni hornsteinninn í íslensku samfélagi, ef allt annað þrýtur þá eigum við þó þessa lífeyrissjóði. Já, forstjórar náttúrulega sjóðun og stjórnendur sitja á þessum sjóðum eins og ormar og gulli. Það er alveg þekkt fyrirbrigði. Þeir hafa verið að nýta þessa sjóði í svona, hvað maður segja, eigið valdabrask og svo framvegis. Síðan þegar þetta hrun verður, bankahrun, og við erum að horfa upp á allar eignirnar sem voru svo verðmætar, það eru allt í norðan verðlausar. En lífeyrissjóðirnir eru að setja fram alveg glóruleysa framsetningu á hvað þeir hafa tapað litlu til þess að halda smælingjónum okkur góðum. Þannig að við höldum áfram að borgi þessar hittur. Og það kemur heilsíða auglýsing í Mogganum daginn fyrir kosningar í VR, þar sem að lífeyrissjóðurinn setur fram að eignirnar hafa lækkað úr 269 milljörðum í 248 milljarða. Og þetta sett svona grafískt upp, þannig að kurvan hún hefur bara lækkað eitthvað pínulítið. Og síðan fyrir þá sem hafa ekki kynnt sér þessi mál og bara horfa á þessa tölulegu framsetningu, ég hugsa bara, það er bara allt í góðu. En það sem þeir gera, þeir skrifa ekki niður tap á erlendum eignum, ekki nema að brota þeim. Og innlendu skuldabréf, sem átt í Exista og Kaupþingi og fleiri, ég beði þessar upplýsingar frá lífeyrissjóðnum að ég fá upplýsingar það, í hvaða félögum og hvað mikið áttu þeir í hverju félagi í skuldabréfin. En ég fengi svar, en þeir neita að gefa mér þessar upplýsingar. Þú ert náttúrulega ekki að fengja það sem sjóðsfélagi, er það ekki? Já, þeir vísa bara í lögin og ársreikninga. En framsetningin, hún er þannig að þeir vita það, þeir eru búin að viðurkenna það, þeir töpuðu 53 milljörðum bara á innlendu hlutabréfum. Þeir töpuðu 95% öllu hlutafé sjóðsins. Til þess að fela það, þá þráast þeir við að skrifa niður þessar eignir. Og þeir taka inn í þessa tölu iðgjöldin sem voru 17 milljarðar. Þeir taka inn í þessa tölu verðbætur, uppreiknaðar verðbætur á húsnæðislánunum okkar.
Þannig að þessi fegrun bókarsins er að hluta til að koma úr grein vössum. Og það er alveg óþolandi að horfa upp á sjóðinn, setja þetta svona fram, þegar maður veit að aðstæðan, þú er svo með séreignina. Af hverju í óskopunum megum við ekki taka út séreignarsparnaðinn okkar sem við vorum plötuð í á forsendum sem eru löngu brostnar. Lífeyrissjóðirnir fara á fund með forsætisráðherra og fleirum og skera niður útgreiðsluna og fá að borga þetta inn á 12 mánuðum eitthvað slíkt og geta þar litið notað það sem kemur inn í sjóðina þess að greiða út séreignina. Og ástæðan fyrir því segja þeir að eignirnar í sjóðunum séu nánast verðlausar. Það eru illseljanlegar eða óseljanlegar á mörkuðum og það fáist ekkert fyrir þær. Og þessi hætta að þetta bara lækki. Og svo í hinu orðinu, þá komaði með framsetningum að það þurfi ekki að skera lífeyrisréttindi og svo framvegis. Þú segir að það sé verið að fegra stöðuna í stofn. Það sjálfsögur verið að fegra. Þetta er eins og eiga bara óutfyllta, hvað ég segja, bara 20.000 króna ávísun. Og þú veist að það er kannski 2-3 skall inni fyrir henni og þú bara heldur henni hérna og þú heldur henni inn í bókhaldi sem 20.000 króna eign. Þú getur selt hann á 2-3 skall, þú veist að það er ekki inni fyrir henni, en þú þarf þess að útskýra bara fyrir fólki. En þú telur að við eigum að fara, þú vilt nýtt lífeyriskerfi? Sko, ef að við eigum að halda áfram með þetta kerfi í óbreyttri mynd, þá þarf að taka þetta til. Það verður að sameina. Kerfið sem slíkt gengur ekki upp með allan rekstrarkostnað. Ég meina, forstjórinn Þorgeir Eyjólfsson með 30 milljónir, eða var með 2008 30 milljónir í árslaun. Ef við tökum lágmarkslaun 157 krónur á mánuði, þá er viðkomandi að greiða 18.840 krónur á mánuði í lífeyrissjóðinn. Þannig að safna upp lágmarksframfærslu eftir að vinnuskyldu lýkur. Það þarf 133 einstaklinga bara til þess að borga laununans. Svo þarf aðra 16 til þess að borga fósturajafninu til raskadeðan. Og það getur ekki einu borga bensín á bílnusinu sjálfum. Þannig að þetta eru staðreyndir sem blasa við okkur sjóðsfélögum og þetta, sko, ef að kerfið er ekki sprungið nú þegar, þá verður þið ekki við bergandi, það er því miður. Ragnar, ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Við fáum hér rétt á eftir Evu Jolie.